Það vill svo til að listamennirnir í kvöld koma víða að af landinu. Hver mann ekki eftir hljómsveitinni BG á Ísafirði og það voðalega lítið hægt að tala BG á þess að segja BG og Ingibjörg og Ingibjörg losnar sennilega aldrei við þessa skammstöfun en hér hún komin Ingibjörg Guðmundsdóttir. Ingibjörg, þú varst hippi. Það má kannski segja það, einhverju leyti já. Já, einhvern veginn hef ég svona óljósa klára hugmynd það. Þú tókst það mjög alvarlega, það tímabil og... Já, það má eiginlega segja sko að það sem hippatíminn ferð með sér eins og þessi óskum frelsi, frið og meiri kærleik, það hitti mig mjög vel fyrir vegna þess að ég hefði haft áhuga á einhverju svoleiðis alveg frá því að ég var bara sko smá stelpa. Já. Þannig að þetta passaði mjög vel fyrir mig þegar þetta kom. Og náttúrulega klæðaburðunum líka og allt það? Mér finnst það dásamlegt, sko. Ég var einmitt að rifja upp þegar vorum að tala þessa þætti. Að hvernig maður var alltaf að stríla sig upp í þessa fínu kjóla og láta túpera hárið og allt það. Það var fegin þegar komu gallabuxurnar og mussurnar og berfættu bara jafnvel í sandölum bara. En þetta hefur fjalluð þessi textar, eins og þessi texti til dæmis sem þú varst að syngja. Söngstu þetta og meintir þetta? Mér þótti sérstaklega vænt þetta lag. Þetta var nú alltaf síðasta lag hljómsveitarinnar á dansleikjum og þá með ítölskum og þýskum texta. En svo hjálpaði móðir mín mér að snúa honum yfir á íslensku, efnislega. Jóhanna G. Erlingsson færði hann síðan í það form sem hann var sunginn. Og mér þótti sérstaklega vænt texta líka vegna þess. BG og Ingibjörg, lifa þau sitt í hverju lagi? Ég veit ekki hvað skal segja sko, þetta er eins og þú sagðir áðan, það hangir þetta alltaf við mig. Stundum ég að hringi fólk og það að kynna mig vegna vinnunar eða eitthvað annars og ég byrja á Ingibjörg, Guðmundsdóttir og svo framvegis og svo þegar það gengur ekki að ég segja, jæja, kannski kannastu við BG og Ingibjörg. Það verður oft þrautalending. Og það gengur? Það gengur, já, alveg merkilegt nokk. Hefurðu getað unnið svona eitthvað án þeirra eða hefurðu fundist? Sko, það má eiginlega segja að minn vettvangur var svona fyrst og fremst með þeim. Þar hafði ég kjarkinn og sjálfstraustið til þess að koma fram.
En þegar því sleppti, þegar skólanám mínu lauk og ég fluttist hingað til Reykjavíkur, þá hafði ég engan kjark og enga trú á mér til þess að koma mér á framfæri til þess að fara að syngja með einhverjum öðrum. En þegar ég kem vestur og hitti þessa félaga mína, þá fæ ég alltaf fyrring og tek svona nokkur lög. Þú varst á heimavelli. Já. Hippa tíminn, tölum hann á hann, hefur hann setið eftir í þér og tóku með þetta svona misjaflega? Ég sé þú hefur skipt klæðaburð allavega. Nei, ég er ennþá með blóminn. Hefur hann setið eftir hjá þér? Já, það sem ég fannst hippatíminn fyrst og fremst segja okkur er það er möguleiki á að gera gjörbreytingu á viðhorf og það er hægt að virkja fjöldamanns til þess. Það sem aftur á móti skorti fannst mér í hippatíminu var það skorti úthald og það skorti kannski svona skýra vitsmunalega hugsun gagnvart þessari löngun sem var svona sterk og mikil og það hefur ekkert breyst hjá mér. Ég er kannski komin pínlítið meira niður á jörðina. Ég hef búin að svona forma þetta svolítið betur, hvernig þetta er framkvæmanlegt. Gerst aldrei upp fyrir að komið er að því að manneskjan fyrst og fremst með allar sínar dýpstu langanir og þrár er í öndvegi hvar sem er. Og þessu ertu búin að koma fyrir í stjórnmálaflokki? Einmitt. Alltaf að halda stuttaræðu eða? Það er nú freistandi að gera það. Við erum svona marga áheyrendur. Takk ykkur báðum kærlega spjallið við